Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur frá Mánagrund í Reykjanesbæ. Og við erum hérna með henni Glódísi Gunnarsdóttur, efnilegri hestakonu, en hennar líf snýst eiginlega allt hestamennsku. Og við ætlum að segja ykkur nánar frá því í þættinum. Í þættinum fáum við líka nýjar fréttir af söngleiknum Grís sem samstarfsverkefni Vox Arena, leikfélags, nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja og leikfélags Keflavíkur. Og svo förum við og hittum kallana í Grindavík, fiskikallana. Þeir buðu okkur á kútmagakvöld. En þar var boðið upp á ljúffenga sjávarrétti og kútmaga, en hann samanstendur af þorskmaga, en með öðru innihaldi. Hilmar Bragi fór til Grindavíkur með myndavélina og setti hljóðnemann í hendur Sigurbjörns Daða Dagbjartssonar, nýs liðsmanns Víkurfrétta. Glódís, hvernig stóð því að þú byrjaðir í hestamennsku? Ég bara... Og hvenær? Ég hef verið í hestunum bara allt mitt líf og afi minn og amma voru í þessu og svo mamma mín líka og bara fjölskyldan mín hefur verið alla tíð í þessu, þannig ég bara hef farið í gegnum þetta með þeim bara. Já. Og hvað þarf maður að gera þegar maður á svona mikið af hestum? Hvernig er með umhirðu og slíkt? Það er bara... Og þjálfun? Þjálfun. Já, bara ég þjálfa flest hrossin mín sjálf og er að hjálpa yngri systur minni líka. Og eins og núna þá kem ég að gefa kvöldin og pabbi minn gefur á morgnana alltaf. Og svo hlaupum við út á daginn við fjölskyldan bara, hefum gaman að þessu. Já. Hvað er mikið mál að hugsa svona, Er þetta 3 á dag sem að þið eruð að koma í hesthúsið? Já. Verður að gefa þeim alla... Gefa þeim á morgnana, svo erum við hérna, ég flest allan daginn og þá náttúrulega gef ég hádegisgjöfuna og svo förum við heim og komum kvöldi og gefum þeim kvöldmatinn. Og þú voru náttúrulega að keppa helling? Já, ég er að keppa svolítið. Og hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið mjög vel gegnum tíðina. Þarf maður að hafa eitthvað sérstaklega hæfileika til að vera hestamaður eða er þetta, getur spurt, er þetta fyrir alla? Það geta svo sem allir haft gaman að þessu og allir gert sitt besta og ná sér kennslu og verið betri. Og já, ég held að allir sem vilja vera í þessu geta bara byrjað og æft sig og gert sitt allra besta. Þú búinn að keppa alveg frá því þú varst lítil eða? Já. Hvenær byrjaðir þessu aðru? Ég held að fyrsta mót mitt hafi verið þegar afi teymdi mig, ég held að ég hafi verið 3-4 ára. Já. Ég hef verið mjög sterk í fjórgang og slagtölti og tölti finnst mér mjög skemmtilega líka. Svo finnst mér 5 gangur og skið, það er rosa gaman líka með. Og í hverju ertu best? Mínar sterku greinar eru fjórgangur og slagtölti. Og hvað eru markmiðin framöndan? Ég heyri að það er landsmót í sumar? Já, það er landsmót framöndan og bara gera mitt besta og halda áfram á sömu braut, held ég. Og hvernig er svona, þetta er nokkuð stór grein hérna á Suðurnesju með ekki, hestamennska. Hvernig er að stunda hana hérna á svæðinu? Það er mjög þægilegt hérna og náttúrulega ég er hérna á morgnana þannig að þá er ekkert margir í reiðhöllinni eða margir hérna upp frá þannig að það er mjög þægilegt en annars eru mjög fína veiðar hérna og grasi grundin, það er mjög þægilegt að vera að ríða henni. En ég er náttúrulega verið að spyrja, þú lítur að einhvern uppáhalds hest, þið eru náttúrulega með mjög marga hesta hérna. Já, ég held að það verði að vera þessi hérna. Já. Ég er búinn að keppa mikið á þessum og hann er búinn að fara með mig á 2 landsmót í A-úrslit í 4. sæti 2 og skila mig mjög miklu. Já.
og hann skilar mér alltaf í úrslit sem ég keppt á honum, þannig að hann algjör höfðingi þessi. Og hvað heitir hann? Heitir hann Magni. Þetta Magni? Magnaður Magni? Já, það nafni sem hann fengið gegnum tíðina. Hvað þetta með samband milli manneskju og hestsins? Hvað það sem að... Ég byrja á að keppa honum og þekka hann 9 ára. Þannig að við erum búin að vera svolítið lengi saman og við erum bara að þróa sambandið okkar mikið og hann var rosalega frábær kennari og systir mín hefur fengið að keppa á honum og það gaman að hafa eitt svona höfðingja sem kennir. Hann gamall? Já. Nei, hann er 13 vetra. Já. Þannig að svo það frænka hans hérna. Þetta frænka hans. Ertu að keppa á mörgum hestum? Þetta eru allt keppnishestar hérna. Þetta allt keppnishestar hérna? Já, í þessu húsi og svo hinu líka nema við erum með 2 ungkross sem eru bara svona í tamningu. Hvernig með, þú segist að þjálfa líka? Það ekki óvanalegt fyrir svona unga konur sem þig? Eða hvað, þetta algengt eða? Já, ég held að ég sé einhverja að þjálfa líka fyrir einhverja. Þannig að ég náttúrulega þjálfa mjög mikið fyrir okkur sjálf þegar við erum með rosalega mikið af hestum. Og já, við fjölskyldurnar eigum nóg af hestum og þannig að það alltaf nóg að gera. Líf þitt snýst bara hestamennsku? Já, það hefur alltaf verið þannig. Ég vakna á morgnana og kem hérna upp í hesthús og byrja að þjálfa og svo þjálfa ég svona til, ég er svona oftast búinn 1-2 eitthvað svoleiðis með alla og þá fer ég bara, þegar ég er búinn að klára allt að þjálfa og móka og gefa þeim, þá fer ég heim og fer að læra og svo fer ég hérna aftur upp í hesthús og gef og ég eitthvað hérna svo bara heim og sofa sko. Það bara hérna og læra annars bara, já. Já. Hvað svona mikilvægast í keppninni? Ég bara undirbý mig mjög vel fyrir keppni og er mjög svona tilbúin í slaginn og ég alltaf frekar róleg yfir þessu. Bara... Ekkert mjög spennt eða þannig? Það svona alltaf gaman, ég var ekkert stressuð. Þú var ekki stressuð? Nei, því að ég þjálfa hrossin mín alltaf sjálf og veit hvernig þið eru. Þannig ég þekki þið oftast alveg út í gegn. Þannig að ég þarf ekkert að stressa mig í vinnunni ef að bara gera mitt allra besta sem maður getur. Já. Hvernig geturðu lýst þjálfuninni fyrir mig? Hvernig fer hún svona fram? Ég þjálfa mjög mismunandi eftir hestum. Sumum þurfa mikla innivinnu og svona byggja upp vöðva og jafnvægi og styrk. Meðan aðrir eru bara svona, maður getur verið mikið af þeim úti og eru vel svona þjálfaðar og tamdir og kunna flest allt og bara svona þurfa létt trimm sko. Þannig að þetta er mjög misjafnt? Já, mjög misjafnt eftir hrossum. Hvernig þjálfunin þarf að fara fram. Á Íslandi er oft harður vetur og annað og hvernig, það er ekkert spurt um ástíð þegar þú með hesta, er það? Nei. Það þarf að hugsa þetta allt árið? Já. Ekki eins og hjá mér með gólfsetti, ég get lagt tíð við veturvinna. Já. Jú, við þjálfum, en við tökum hrossin oftast inn í svona miðjan október, byrjun nóvember og við sleppum þeim út bara alveg í frí í svona enda ágúst eitthvað svoleiðis. Þannig að þeir fá nokkra mánuði frí. En meðan þessi tími... Eru það bara úti frjáls? Já. Þá yfir undan skifurnar og þau eru bara frjáls og fá að hlaupa og svo á þeim tíma meðan svona þessir fullorðnu hestar í fríi, þá tökum við inn ungkross sem er að byrja sín fyrstu skref í tamningu. Þannig að maður er alltaf eitthvað með hesta allt árið umkring. En svo kemur alltaf einhvern tímann að því að þau fara eða, þú veist, hvernig gerist það? Ég meina,
Þið sjáið mismikið á eftir þeim, eða ekki? Jú. Þú veist, þetta hvernig er það í hestamennskunni? Það náttúrulega sumir verður maður rosa leiður yfir því að sumir fara, sko. En svo líka, maður getur líka stundum verið ánægður ef maður selur til dæmis eitthvað hross og fara á góðan stað. Það er alltaf mjög gaman að fylgjast með þeim á nýjum góðum stað. Þannig að... Er auðvelt fyrir eitthvað sem bara einhver unga mannesku sem langar virkilega að fara í hestamennsku og fjölskyldan hennar ekki? Er það flókið? Það fer held ég bara eftir aðstæðunum, sko. En ef maður kemst inn hjá einhverjum, þá er það náttúrulega rosalega góð byrjun að koma sér aðeins inn og fara á reiðnámskeið eða reiðskóla eða eitthvað svoleiðis, sko. Þið hafið verið með reiðnámskeið hérna fyrir börni eða þess að ekki? Já, það hefur verið hérna, já. Hvernig gengur það? Það hefur gengið mjög vel. Ég hef hjálpað einstaka sinnum þar, þannig að það er mjög gaman að sjá litlu krakkana hafa svo gaman að þessu. Já. Og þetta er náttúrulega ótrúlega dýr fyrir auðvelt að... Já, þau eru alveg... Og fara með krakka á hestbaki? Já, það eru nokkrir svona frábærir höfðingjar sem eru rosalega góðir og þægilegt að henda litlu krökkum á það og þeir eru bara eins og hugum manns. Síðasta stóra skemmtukvöldið fyrir heimsfaraldur var Kútmaðakvöld Lions Clubs Grindavíkur. Nú 2 árum síðar var komið að öðru Kútmaðakvöldi. Víkafréttamönnum var boðið og létu ekki segja sér það tvisvar og mættu á staðinn. Til hamingju með að vera fann að halda aftur bara Kútmaðakvöld. Hvernig er tilfinningin? Hún er mjög góð vegna þess að við vorum heldum Kútmaða fyrir 2 árum. 2020 og daginn eftir þá skemmtun þá var öllu skellt í lás og ég var nú ég held svo forsjál að þegar ég tók við þá var það mitt fyrsta verk að festa þetta hús, ég var bjartsýnn og halda Kútmaða núna þó að útlitið væri ekki gott en hér erum við og stefnir í gríðarlega góða þáttöku. Fyrsta stóra skemmtunin í mjög langa tíma á öllu svæðinu. En ef við lítum á þetta veislu hlaðborð, hvað eru menn að fara að gæða sér á hér í kvöld? Við höfum verið með svona í kringum 25-30 rétti og þetta er svona í bland, kalt og heitt og hérna eru við bara með rækjur og skel og grafinn lax reyktan lax og grafna bleikju, tartar og allt þetta megnið af þessu hráefni kemur úr heimabyggð, sko. Það er eitthvað smávegis sem við þurfum að kaupa, en annars kemur þetta allt úr heimabyggð. Já, bara til hamingju með að vera komin aftur á, bara viðburð. Er það ekki bara dálítið gaman? Jó, þakka þér fyrir. Og ég bara óska öllum til hamingju sem eru mættir hérna fyrir það að geta farið að hitta mann og annan. Og sérstaklega mikið þakklæti náttúrulega til Lionsmanna fyrir að hafa staðið að þessu. Ég vissi að það stóð svolítið tæpt hjá þeim að hella sér í þetta vegna þess að það var ekki vita hvernig fram í tíma hvernig ástandið yrði. En þeir létu slag standa og nú er komin þessi glæsilegi borðbúnaði hér allt og fullt af mönnum. Þannig að þetta er bara gleðistund mikil. Sko sagan segir að svona andinn í loftinu sé svona dálítið minni á þegar beljónum er hleypt út á vorin. Finnur þú fyrir þessum anda? Ég man alveg eftir í sveitinni þegar við var hleypt út. Ég hef ekki séð neitt taka hérna halaköst allt en ég vissum að það er allavega bros á hverju andliti hérna þannig að menni eftir að skemmta sig vel. Ég náði hérna fyrir 2 árum síðast eins og margir aðrir eiginlega síðustu skemmtuninu bara í Grindavík þegar Lions náði þessu á bara síðasta degi láfið og síðan hefur verið beðið eftir þessum degi og nú var hann runnin upp. Sko strákar, þegar þið hugsið tilbaka, hvenær mættu þið fyrst á þetta Kútmaðakvöld? Já, Súsi baðaði sig. Ef að fara nánar út í það? Nei, það var bara þannig. Það var í festi. Já, ég myndist á það einu viðtal áðan. Ég man eftir nokkur, þótt ég sé ekki eldri en eitthvað yngri en þið.
Man eftir nokkrum kvöldum í festi og þá voru svona ákveðna danssýningar. Þið munið eftir því eða eitthvað? Já, við munum ekki alveg ártalið en við munum kannski mest annað. Já, við munum eftir Susi. Já. Já, ég nú ekki það góður, ég geti bara nafngreint dansmennar en þið greinilega munið þetta betur. Það eru breytti tímar. Þá komið að því Kútmaga kvöld Lions Clubs Grindavíkur 2021. Loksins. Þetta einhver mest frestað hátíð sem ég hef farið á. Ég var kominn á tímabili, var ég kominn með riddara í 30% starf bara til þess að bóka og afbóka Kútmaga kvöldið. Það ekkert mikið konur hér í kvöld, nema að séu þá að vinna á barnum. Þetta ákveðið herra kvöld, það ekki? Það var lengst af þannig, sko, að þetta var svona ekta kallakvöld, herrakvöld. En ég held að konur hafi nú aldrei verið bannaðar á þessu kvöldi, sko. En ég man að það var fyrir nokkrum árum, þá mætti hérna kona sem gestur í fyrsta skipti og þær eru bara meira en velkomnar í dag, auðvitað. Herðu, hérna ég nú með mann sem að ég myndi nú líklega vilja kalla kónginn í Grindavík. Þetta einn af, já, þetta bara kóngurinn í Grindavík. Þetta Eðvarð Júlíusson, kenndur við Hópsnes mest, það ekki? Jú, bara. En þú hefur náttúrulega verið eitthvað inn í Bláa lóninu líka? Ég nefndi bara Eddi í Hópsnesi. Það bara það. Eddi í hérna Hópsnesi. Eddi, nú ertu sem sagt mættur á bara Kútmaga kvöld, Lions. Hver nýting þín á því að mæta á þessu kvöld frá því að það hófst? Hvað ég búinn að mæta á mörg? Frá því að byrjaði, Kútmaga kvöldin. Ég búinn að vera á öllum held ég. Þú hefur ekki dottið út 1 ár? Já, maður ekki eftir. Þetta eru kvöld sem að gefa, já, lífinu gildi, það ekki? Jú, og klúbnum einhverja tekjur, sko. Leið. Og ef ég hitti maður svo marga maður og öllum stéttum þjóðfélagsins. Men það ekki alveg væntanlega þannig að já, Lions og öll svona félög, þau gera rosalega mikið fyrir bæjarbraginn, það ekki? Jú, alveg klárlega og náttúrulega fyrir utan alla þá bara þær safnanir og þá styrki sem þeir eru að veita og bara svona þessi mannúðarsjónarmið sem að liggja á bakvið þessa hreyfingu. Og það alveg ómetanlegt og mikil svirði fyrir hvert bæjarfélag eiga svona öflugan stuðning og svona gott félag og það fyrir utan náttúrulega það hvernig það að geta verið í félagskap með góðum mönnum bara upp á andan og sálina að geta hist og í góðra vinna hópi þá þetta alveg gríðarlega gott. Þín minning af bara þessu kvöldi, hvenær mættur þið fyrst á bara Kútmaga kvöld, Lions? Ég bara man það ekki, ég var sennilega enn í neyslu, ég bara man ekkert hvenær ég kom hérna fyrst. Nei, ég ekki 10 ár síðan kom hérna fyrst. Nei. Þá það eitthvað frá neyslutímabilinu, þá hef ég ekki hugmynd hvenær það var. En þú, Gauti? Já, ég náttúrulega man ekki nákvæmlega hvenar, en ég held ég hafi verið, ég hef sennilega verið 23, 4, 5, einhvers staðar á þessu bíli þegar ég kom fyrst á Kútmaga kvöld Lions í Grindavík og þá var það í festi og ég fór á nokkur Kútmaga kvöld þar og það var á þeim árum þar sem að ég vona að MeToo takir þetta ekki styrt upp vegna þess að ég bjóð ekki til, en þá voru naktar dansmiðar á svona kvöldum og ekki það að það hefði verið gaman en maturinn var alltaf góður. Mín minning nær töluvert mikið aftar vegna þess að það að rifjast upp fyrir mig núna að einhvern tímann í festi, ég hef örugglega verið bara eitthvað tvítugt og ræðumaður kvöldsins, það var alþingismaður sem mér fannst svona frekar þurr og eitthvað daufur og ég ætlaði ekki að nenna en hann fór svo á kostum þetta kvöld og ég hef dýrkað hann síðan og viðurkenni bara hvað ég hafði ránt fyrir mig. Þetta var Guðni Ágústsson, hann var stórkostlegur, ég hef dýrkað hann síðan, fyrirgeðu Guðni minn í. Svona í gegnum tíðina, síðan að þú byrjaðir í Lions,
Er eitthvað sem að vekur upp einhverjar sérstaka minningar, eitthvað sem stendur út úr? Ég get nú ekki sagt taka það, en Lions náttúrulega, sko, þetta mjög góður og manngefandi félagsskapur. Og það gerir mörgum gott sem að sko fólk svona veit bara ekki það veit ekki það, en við erum að gauka fólki út allan bæ, búin að gera það árum saman að hjálpa fólki og Lions-starfið er gefandi og gaman að því og gaman að vera innan þessa menn sem eru þarna. Þetta eru bara góðir menn sem eru þarna í þessu og vilja gera góða hluti. Leikfélag Keflavíkur og Vox Arena, leikfélag nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja, frumsýna söngleikinn Grís 18. mars. Við kíktum í frumleikhúsið og hittum leikstjóran Brynju Ýr Júlíusdóttur og ræddum líka við leikara. Segðu mig frá þessu samstarfi leikfélags Keflavíkur og leikfélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Vox Arena. Þetta er bara hugmynd sem kom upp bara fyrir nokkrum mánuðum af því að Vox Arena hefur legið í svona dágóðum dvala síðastliðin ár að svona hjálpa þeim að komast aftur á gott ról. Og við fengum þessa hugmynd og vorum svo heppin að formaður Vox Arena leikfélagsins var í fyrsta kossinum. Þannig að þetta er búið að vera mjög mikið svona fjölskyldu samstarf, allt mjög náið, mjög gott samstarf, bara frábært. Með betri samstörjum sem við höfum átt við Vox Arena, bara án alls efa. Þetta er ekkert í fyrsta skipti sem þið vinnir saman? Nei, þetta er nefnilega ekki fyrsta skipti. Síðast settum við upp eitt töfrateppitakk árið 2016 og þar á undan bara fullt af samstörjum. Þannig að langt síðan síðast. Draumahlutverkið mitt var Sandy. Ég var eiginlega bara þegar ég var pingu lítil og það var sett grís upp í skólanum mínum og mér langaði alltaf að vera Sandy. Sko ég náttúrulega vildi alltaf vera Danny, en það var hann Óli sem tók það. Ég mætti í pröfulega bara í djóki, þannig ég veit ekki ennþá alveg hvað ég er að gera hérna. Það var samt ógeðslega fyndið út að ég og Gabriel vorum báðir ekki búin að sjá myndina áður en við fórum í pröfu. En þú veist, það er bara svona þetta stundum. Síðan líka hópurinn alveg frábær, sko. Þú veist, náðu allir mjög vel saman og sérstaklega við strákunni þá allan við fjórir, sko. Síðan veit ég ekki alveg með hann Óla, sko. Fólkið í þessu ferli, það er mjög skemmtilegt. Fólkið í þessu ferli er svo skemmtilegt og svo fjölbreytt. Sko, náttúrulega leikstjórinn frábær. Á æfingum þá, þú veist, er mjög mikil athyglisbrestur og það getur pínu farið í taugarnar á stjórnendunum okkar, en þú veist, samt mjög gaman alltaf. Það er geggja skemmtilegt fólk. Þið er ekkert að ráðast á garðinn þar sem er lægstu núna, það er bara grís. Nei, alls ekki. Þetta var ósk nemendafélagsins að setja upp grís og við vorum stressuð, en þetta er búið að heppnast alveg rosalega vel. Við erum með frábæran dansöfund, frábæra dansara, lifandi hljómsveit sem Sigurður Smári er að stýra. Þannig að þetta er bara mjög stórt en alveg frábært. Þið eru með lifandi tónlist í sýningunni? Já, við erum með lifandi tónlist, 6 manna hljómsveit. En hvað er þetta stór og mikill hópur sem er að taka þátt í verkefninu? Þetta eru 18 krakkar sem eru á sviðinu, öll á framhaldsskóla aldri, ekki öll í FS, en aldursbili er frá 16 til 20. Uppáhaldslagið mitt er definitely Ég mæni, út af það er, þú veist, mitt lag og það hlýtur líka að vera uppáhaldslagið þitt líka, út af þú veist, þetta lagið mitt. Ég myndi örugglega segja uppáhaldsdansinn minn væri Heillandi hljómar, af því að hann er svo léttur og skemmtilegur. Ég get bara tekið það núna, er það ekki? Ég stend svo oft og mæni mætur og þvið. Bara mjög skemmtileg sýning. Sammála, Sigurður? Já, fínt. Og hvernig er þessi útgáfa grís? Er þetta eitthvað frábrugðið öðrum uppfærslum? Þetta er bara svona, þetta er nokkurn veginn í bland. Þetta er svona partur af kvikmyndinni en þetta er líka upprunalega sýningin. Þannig þetta er bara svona, það er allavega eitt lag sem ég held að mjög fáir hafa heyrt áður. Þannig að það verður skemmtilegt. Og hvernig hefur þetta gengið? Þetta byrja náttúrulega mjög hægt af því að við vorum bara hægt að sýna fyrsta kossinn fyrir mánuði
Þannig að æfingar byrja ekki fullum krafti fyrir svona meðan febrúar. En eftir það hefur þetta verið bara svakaleg keyrsla, en þau eru að standa sér frábærlega. Þetta mjög svona ofvirkur hópur, þau eru dálítið svona æst og hress, en það sést líka alveg á sviðinu hvað þau eru frábær. Eru margir eða mörg þannig að leika í fyrsta skipti? Já, það eru mjög margir að leika í fyrsta skipti. Það eru bara kannski 5 sem hafa áður verið á sviði. Þannig að þetta er bara búið rosalega krefjandi, en þau eru bara að standa sér frábærlega með við hvað þau eru ný. Þau hefur bara gengið furðulega vel. Við erum með alveg erfið að dansa og fólk sem hefur aldrei dansað áður og bara standa sér frábærlega. Við erum með krakkar sem hafa aldrei sungið áður á sviði og eru bara að gera það rosalega vel. Þannig að við erum rosalega heppin með krakka, þau eru alveg frábær. Og þau eru að fara að sýna þetta svolítið þétt bara núna næstu vikunar? Já, þetta verður í rauninni bara 3 eða 4 sýningarhelgar af því að við ætlum okkur að klára fyrir páskafrí, svo þau komast í sín lokapróf. Mér finnst þetta bara geggjalegt, þetta er grís. Mér finnst það mjög skemmtileg uppsetning af leikritinu. Bara mjög skemmtilegt, bara komið mér alveg orð hversu skemmtilegt þetta er. Það er bara svo orkumikið og bara skemmtilegt, fullt af einhverju svona upp og niður og bara ógeðslega gaman hvernig við gerum þetta til dæmis á sviði. Í næstu viku sýnum við ykkur meðal annars frá 80 ára afmæli Njarðvíkurskóla og ferð ungmenna frá Reykjanesbæ til Finnlands. Leið við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum stöðugt að gefa út bæjarblað, héraðsfréttablaðið Víkurfréttir, því er dreift frítt öll Suðurnes og á netinu. Sterkasti auglýsingamiðillinn á Suðurnesjum, athugið það. Við erum líka á vefnum, Víkurfréttavefurinn waffe.is er með nýjar fréttir alla daga vikunar og svo erum við með nýjar golffréttir á hverjum degi á kylfingur.is. Mikið að gera í golfinu og það styttist í golfsumarið á Íslandi en nóg að gera í því í útlöndum. Við þökkum fyrir okkur að sinni, þiggjum góðar ábendingar í okkar miðla. Verið sæl.